Steini, upptaka rúlar, við erum stattir hérna í helgaviðtalinu, maður sjá ég með hljóð og hérna ég með mynd og ég með viðmælinda. Þorsteinn Ragnarsson, Steini Rambo, ertu velkomin í hérna stúdíó hjá mér. Blessaður vinur. Við erum að ná sér mynd, gaman að sjá þig. Hvað segirðu? Fínt bara. Ekki? Jú. Heyrðu, þú ert búinn að dvelja erlendis eiginlega bara, 35 ár? Já, fór 1989. Já. Ég og Erik Hirt fórum til LA í 3 vikur bara að tjekka á þessu, skoða allt. Svo lenti maður í LA og það var náttúrulega sól og leikarar og stutt á ströndina og allt. Rosa spennandi. Einmitt. Svo maður fór bara heim og seldi litlu súkkuna og flutti út. Litlu rauðu súkkuna? Já, Suzuki Swift. Já. Aðalkrakkinn í bænum. Já, ég man eftir þér á honum. Já. Heyrðu, förum aðeins, spólum aðeins tilbaka út af því að það eru alveg, já, allavega svona 2 kynslóðir. Ef maður segir að kynslóðabil sé 15 ár, þá eru rúmlega 2 kynslóðir síðan þú fórst af landi brott. Já. Og hérna, þú ert hérna úr þessu hverfi sem ég bý í, 104 Reykjavík. Já. Og segðu okkur aðeins, bara svona, ég hef alltaf heil kynslóð, þess að veit ég hver þú ert. Já, ég bjó í Gnóðavogi og fór í Vogaskóla. Einmitt. Og við spilum nú saman á fótboltaöllum í Vogaskóla og svo með Þrótti líka. Já, við vorum saman í handboltanum og fótboltanum í Þrótti. Já. Sælla minninga. Ennþá Þróttari, eldharður Þróttari. Já, sjálfsögðu. Já. Svo, þú klárar Vogaskóla og svo ferðu ekki að læra kokk? Jú, fór á kokk og var að læra á Aski hérna, hann var á Suðurlandsbraut, gamli Askur. Einmitt. Og svo fór ég að vinna hjá og sumri var ég að mála með hinum og þessum og svo fór ég að vinna á Ask og svo var ég að vinna í Lottóinu áður ég fór út. Lottóinu? Vannstu bara í Lottóinu eða varstu að vinna hjá? Bara að vinna hjá Lottóinu. Já, Íslensk getspá? Já, var að keyra á sjoppunar og sjáum að kassarnir var í lagi, sérstaklega rétt fyrir laugardag þegar var dregið sko. Ok. Var þar í 2 ár og svo fór ég bara LA. Já. Kvaddi klakkan. Já, hvað var það? 89 sem ég flutti. 89? Já. Þú ert þá bara 21 árs? 21 árs. Já, einmitt. Og þú ekkert snúið tilbaka? Nei, ég hef náttúrulega komið í heimsókn alltaf einu sinni ári og svo kom tímabil sem ég var bara að koma á 2 ára fresti. En nú ég farin að koma aftur á ársfresti. Já. Kíkja á strákana og sjá þetta sé allt í lagi. Já, gamla Ísland, það tósar alltaf í mann. Já. Alltaf gaman að koma. En svo náttúrulega búin að vera hérna í kuldanum í viku, þá hefur maður að hugsa bara að fara heim aftur. Já, komið heim frá. Já. Heyrðu, segðu mér hérna, ok, þú ferð út, ætlarðu bara að fara í ferðalagana fyrst, bara í heimsókn? Já, við ætlum bara að vera í 3-4 vikur að tjekka á þessu, LA og leikarar er voða spennandi og svo bara eftir 4 vikur þá ákveði ég að framlengja, fór heim, seldi litlu súkkuna og flutti út. Það var náttúrulega strögglega, ég var ekki með grænkort eða neitt og svo var maður að vinna aðeins ólöglega og svo var maður brók og var alveg að fara heim nokkru sinnum. Já. En það var náttúrulega búið að segja við maður sko, já, þú kemur heim eftir 2 mánuði. Já. Þannig eftir 2 mánuði þótt ég að maður er orðinn svangur og brók þá vildi maður ekki fara heim út af því að það var allir að segja að maður myndi koma heim. Já, það er svolítið ekki gott að koma heim með skottöfnum. Nei, en svo byrjaði allt að rúlla rosa vel. Já. Fekk meiri vinnu og svo fekk ég grænakortið og betri vinnu og núna er þetta bara allt í sómanum maður. Þannig að þú ert bara búinn að meika það í Hollywood? Já, meika það nú stórt orð sko en ég hef það mjög fínt. Þú hefur það fínt? Fínt. Já. En byrju hérna, ég man, það ég náttúrulega var þarna úti á þessum tíma. Jú, við byggum nú saman. Við byggum nú saman. Ég er náttúrulega með sögur sem ég get ekki verið sagt í kvöld sko. Ekki að maður leki út sko. Já, ég hef nú líka sögur þig sko, þannig að... Já, ekki bara kalla þetta gott. Ekki fyrir bara. Ég þakka fyrir vitanið. Best að segja sér minnst. Já. Heyrðu, ég man að þú fórst einhverja svona ekki alveg hefðbundna því að fá grænakortið. Segðu mér frá því. Já, ég var að vinna hjá kalli sem var að mála hús og sem heitir Ragnar. Og dóttir hans er Huggi sem margir kannski þekkja. Ljósmyndari og módel. Já. Það er dóttir hans og kallinn hennar á módel skrifstofu Elite í London. Elite Model? Já. Er hún ennþá til? Ég er bara ekki klár á því. Það var aðal módel skrifstofan í gamla daga. Þetta var heitasta skrifstofan. Svo hann sponseraði mig
og á pappirum til að fá grænakortið ég að vinna á mótilskrifstu í LA þótt að það var aldrei nein mótilskrifsta bara á pappirum þannig að ég gat fengið grænakortið, það tók náttúrulega smá tíma en þannig fekk ég grænakortið, ég yfirmaður á mótilskrifstu í LA. Já, ertu ennþá skráður þannig í símaskráni? Nei, það er nú komin annar tætall sko. Já, einmitt. Og þú bara, ertu komið ríkisborgarétt? Já, svo þegar Trump var að vera forseti. Já, tölum vel Trump. Já, 2016, þá ákvaði hann að einn í ræðinu að hann henda bara öllum út sem var ekki í Ameríkana. Ég fór bara og dreif mig að fá bandaríska ríkisborgarétt. Hvernig fer maður að því? Það var bara ótrúlega létt, allir að segja hvað erfitt og tekur langan tíma. Já. Ég sótti þetta bara á tölvunni. Ok. Ég ætla að tekka verðbréfamarkaðnum. Já. Eitthvað hrunnið? Nei, þetta er alltaf uppleið. Ertu ekki komin í Bitcoin og Þú getum ekki talað allt saman. Nei. En svo fór ég niður í Immigration eftir að sótti og fótt að fara í viðtal. Já. Og þau gefa þér 100 spurningar fyrrverandi forseta og history og svoleiðis. Og svo spurja þér 10 spurningar, þú verður að vita 7. Annars fellur og var að sækja aftur sko. Ok. Og þeir byrjuði að skrifa bara nokkra línur þeir sjáu að þú getur skrifað og talað ensku. Já. Og ég fór niður til hérna, 20 manns að bíða og svo kallaði ég inn í herbyggi sko. Og það fyrsta sem ég segi náttúrulega, þá fór ég að kvarta sko, það er ekkert stæði hérna fyrir utan, no parking, what's going on? Og þið vilja að fólk komi hérna og maður þarf að bíða hérna og þarna. Og konan bara horfði mig og sagði, það kemur enginn inn hérna, það er allir á nálunum skítrættir og fyrir að rífast og hún sagði bara, þú bara ert búinn að ná prófinu, ég þarf ekki að tjekka á því. Og svo ég bara inn í viðtalinu í 10-15 mínútur. Já. Og viðtalið var bara búið þegar ég var búinn að rífast yfir, það væri ekkert stæð og allt ómögulegt, sko. Okay. Og þá sá bara, þú ert greinilega alveg búinn að koma inn í kerfið hérna, þú talar ensku og getur yfir kjátt? Já, ég man ekki hvort ég skrifaði einhverja línu bara til að klára þetta pappismál sko. Okay. Ég lappaði út bara, fatta ekki sem ég væri að vera ríkisborgari. Já. Svo þurfti ég að bíða í 6 mánuði því þið gera á 6 mánuða fresti, þá eru teknir nýjir ríkisborgarar saman sko. Já. Ég fór downtown LA, stóra, það sem leika sér að spila hérna, Staples Center. Staples Center, já. Og þar voru bara 500-600 manns sem voru að vera sverja inn. Já. Mexikanar og Ítalar og Kínafólk. Varst þú eini Íslendingurinn? Það er akkurat pönslan í sögunni. Og fyrirgefðu. Ég læti þetta sleppa þetta skítið. En hérna, þá var allir stór svið og 600 manns í salnum. Já. Og þá var sagt, Sveriginn Kínafólk og það stóðu bara upp 100 manns, allir með ameríska flaggið. Svo var Mexikanar, það voru 150 Mexikanar. Og svo kom Ísland og þá stóð ég bara einn upp sko. Já, ok. Það var náttúrulega að klappa allur salurinn, ég var bara einn sko og allir að taka í hendina mér. Já, já. Svo ég lappaði út úr því með ekki lengur með grænakorti, heldur með ameríska passa. Ameríska ríkisborgari. Já. Ertu þá ekki lengur með íslenskan passa? Jú, ég er með íslenska líka, ég er með dual. Tvöfalt ríkisborg? Ég fer til Íslands og nota ég íslenska passan, svo ég kem heim til LA þá nota ég ameríska passan. En þú getur að fyrir í stutturöðina? Engin röð. Engin röð, flýgur beint inn? Beint inn. Vá. Og gera það sama, þegar ég kom hingað þá var fullt af útlendingum að koma til Íslands og ég fór bara á íslensku röðina beint inn sko. Já. Ég segi bara nice. Nice, very nice. Very nice. Heyrðu, þannig að þú ert með kosningarétt. Já. Hefurðu kosið í Bandaríkjunum? Já, þessar spurningar getur maður ekki svarað sko. Já, ok. Svona svarar maður ekki sko. Það er náttúrulega kosningaleynd. Já, en það er náttúrulega kannski ef maður fer í annað viðtal sko, þá erum maður með meira í bókahorninu sko. Ok, en það eru kosningar í nóvember, ætlarðu að kjósa? Ég hef bara ekki búinn að ákveða það. Nei. Ef ég segi eins og þá finnst mér Trump með nokkra góða hluti, hann er ekkert að vesen, hann vil bara hreinsa til og laga til. Já. En hann er náttúrulega hálfklikkaður sko, hann segir alltaf við fólk, you fired og þetta, þú veist. Hann er svolítið klikkaður, hann gæti... Það þarf að hreinsa til í stjórnsýslunni reglulega. Það þarf, en hann er svolítið slæmur að tala og talar af sig stundum. Já, ég sé það að þú ert Trump-maður, sko. Ég er Trump-maður. Mér er Trump, ég byrja að fylgjast með Trump þegar ég er úti. Já. Þá er hann bara, ég man að ég keypti þessa bók,
Art of the Deal. Var að lesa hana og mér fannst bara Trump alltaf gæi, hann var mikið í svona talkshow viðtölum og bara flottur, kom rosa vel fyrir, svona ríkur og þú veist alltaf flotta konur og svona, þannig að ég tók alveg ofan fyrir Trump. Já, eins og ég, hann mjög ákveðinn og hefur góða stefnu en það ekki allt sem mér líkar sem hann, mér finnst það svolítið þegar hann að segja you fired og ef fyrir að tala með einhvern í Kína eða eitthvað að segja hey, you fired, við viljum ekki tala um þig, hann byrja bara stríð sko. En hann samt eini forsetinn sem hefur ekki farið í stríð. Nei, það að því þeir sjá að hann meira klikkaðar en þeir, hann til að segja, heyrðu, nú getur hann bara ítt á rauðartakkan og gert allt vitlaust sko. Sem kannski þar, en hann það klikkaður að hann tala fyrir friði sko, hann vill enda stríð í Úkraínu og hann hérna, svo vill hann byggja vegg og held að það sé bara komið langt á veg sko. Það sé bara gott að Já, ég eins og sé, það margir hluti góðir. En ég ekki alveg orðin Trump-kall ennþá. Nei, en þú hefur tíma... Já, ég sé að pressur á mig að ég fari í labbi hérna bara út sem Trump-kall. Þú hefur tíma til 5. nóvember. Já, takk fyrir það. Já. En hvernig, svo ferðu hérna að mála? Já, því ég var komið grænakortið og aðeins og áður ég var að komið grænakortið, það var náttúrulega að vinna ólöglega. Og þá var ég bara að mála hús og svoleiðis. Þú varst húsamálari og það hefði verið að mála hérna heima á Íslandi. Já. Kunnir alveg á pensil og rúllu. Já. Svo það var ágætt. Svo byrjaði ég að mála úti. Já. Segðu okkur hans frá því, hérna, það hérna pabbinnar Huggi. Huggi, ég var að vinna hjá honum. Þú varst að vinna hjá honum. Við vorum 2 Íslendingar. Ragnar. Já. Ég hitti hann einu sinni. Já, nú það? Já. Hann flottur. Flottur kall. Já. Hann er dáinn. Já, hann dó 10-15 ára síðan sko. Já. En mjög fínn kall sko. Já. Við vorum að vinna hjá honum, Erik, vinur minn og Gauji sem... Já, Villi Árna ekki? Villi Árna og jú, það var fullt af fólki að vinna hjá honum sko. Já. Sem var bara gott á þessum tíma, það var ekki mikið Íslendingum með vinnu handa Íslendingum sko. Nei, einmitt. Þarna voru allir Íslendingarnir annarkvort að læra kvikmyndagerð eða... Akkurat, mjög margir í kvikmyndaskóla. Og stelpunar í Förðun? Já. Það var á þessu tímabili, 89, 95, var bara mikið af Íslendingum sko. Já, mjög mikið. Mikið Íslendingum, það minna núna. Það var svo auðvelt að fá námslán til að fara hérna út og fara í skemmtilega skóla. Já, og gott að vera í LA í kvikmyndaskóla á réttum stað sko, saman með make-up og hár og svoleiðis. Já. En þú fer síðan að mála sviðsmyndir. Já, fór nú í hérna smá aukaleið. Ég kynntist manni sem var með stúdíó og hann var að taka upp klámmyndir. Heyrðu, nú erum við komin eitthvað skemmtilegt. Já. Ok. En ég get ekki sagt mér það. Nei, en ég var að mála nokkur klámmyndasett, bara svona, eins og gengir þetta lítil og asnaleg sett. Auðveld vinna, ekki? Jú, ég var nú meira að mála að fá svo að horfa bara. Ok. En svo náttúrulega vantaði stundum ekstra í myndirnar. Já. Þannig á mínu kreditlista ég búinn að vera í 4-5 klámmyndum sko. Já, en ég hef bara verið ekstra sko. Ok. Einu atriðinu, þá ég sitja á bar og það kemur aðalleikarinn inn, kallmaður. Ekstra bara svo það er aukaleikari. Aukaleikari. Já, þannig að þú ekki... Ég er í fötunum allan tíman. Svo ef mamma er að horfa á þetta, þá er það allt í lagi. Ok. Svo ég sitt hann á bar og þá kemur aðalleikarinn. Og hann segir svo með mig, look at this girl. Og það er stelpa sem situr hann á barnum. Og ég segi, oh nice. Og þá segir hann, see this. Og hann lappar og tekur hann upp og þau fara. Og þá er ég búinn í mitt atriði í klámmyndinni sko. Já, ok. Svo fara þau heim og allt í gúti sko. Þau fara heim og leika. Já, og þessi mynd heitir, ef fólk vil kíkja á það, Fire in the Hole. Fire in the Hole. Fire in the Hole. Og er hún til á netinu? Ég skoðaði þetta fyrir 15-16 árum þetta kom út, ég hef ekkert séð, ég veit ekki sem hvort að hægt að finna þetta lengur sko. Þetta er Fire in the Hole, allir að fara heim og googla. Allir á tölvurnar. Allir í tölvurnar. En það... Skoða kreditlistan. Já, ég held að það sé Steini Rambo eða... Já. Ég man ekki, já. Flott. Og hvernig er bakgrunn? Nú er ég hérna með svona metnaðarfullan bakgrunn hérna. Já, klámmyndunum er mjög vel, það er bara einn veggur með glugga og svo sófi eða hjónarúm. Já, ok. Og svo náttúrulega... Og svo bara bleikur veggur eða ljósblár? Já, og svo náttúrulega bara næsta mynd, annar veggur eða settum eitthvað einfalt sko. Já.
Og þetta rauninni þá kemur inn í þennan bransa. Já, og svo byrjaði ég að vinna á auglýsingum, ekki engum klámyndauglýsingum, bara venjulegum auglýsingum. Já. Og svo ég bara komin á fullu í auglýsingar og bíómyndir og sjónvarpsþætti. Já. Þetta tegist á löngu tíma. Einmitt. Þetta maður fer ekki, og ég hef það mjög gott og mjög góð laun og gengur bara vel. Já. Ert þú veist, þá bara, með svona airbrush eða rúllur eða pensla? Ég er að gera ský og amerísku clouds og plat marmara og plat viðagreinar og svoleiðis. Útgrein. Ég sá einu sinni svona portfóljó frá þér, þá varstu búinn að gera fyrir Addams Family. Já, Addams Family og Top Model og með ágætis kreditlista sko. En maður er eiginlega hættur að vera með kreditlista. Ég er búinn að vera hjá sama fyrirtæki í 32 ár. Já. Og er ekkert á leið í burtu, svo ég er ekkert að sanna mig lengur sko. Ég er bara... Það er flott. Já. Og margir í vinnu þarna? Það er bara eftir jobbólum. Stundum erum við 10-15 og stundum erum við 50-60. Já, það meinar. Svo ef það eru 2-3 verkefni, 2-3 auglýsingar á sama tíma, þá er einn í Universal og einn downtown eða 2-3 downtown. Það er bara eftir hvað mikið að gera. Já, já. Og þegar COVID var, þá náttúrulega vorum við ekki nema 4-5 sem vorum gegnum allt COVID sko. Og ég var með vinnu í COVID sem var mjög sjaldgæft sko. Já. En maður tók kannski bara halvan daginn eða tók þetta bara létt. En ég var með vinnu í gegnum COVID sem var mjög óvenjulegt. Svo eftir COVID var ekki verkfall á leikurum? Jú. Já. Verkfallin við vorum... Nei, handritshöfundum eða hvernig var það? Það var strax á eftir. Það var fyrst þeir sem voru að skrifa handrit og svo fóru leikarnir strax á eftir. Já. Svo þetta var COVID, verkfall. Já. Svo þetta var langt og þetta er ennþá ekki komið alveg á fullan gang en þetta er að aukast. Og þú alveg haldið tekjustreymi og vinnu yfir þetta tíma? Ég var ennþá ekki með overtime eða neitt, auka henni, þetta reddaðist. Bara eins og við segjum á Íslandi, þetta reddaðist. Já, Íslendingar redda sér alltaf, það er sama hvar þeir eru sko. Já. Og hvað þú býrð þarna, þegar ég var þarna síðast, farið að vera 10 ár síðan ég var þarna síðast, 2015, þá bjóstu í Los Feliz, eða ekki? Jú, ég er þá búinn að vera í sömu íbúð síðan 2000, svo það 24 ár. 24 ár, já. Og fyrir þá Los Feliz, það er þarna undir Hollywood-merkinu. Já, ég sé nú ekki Hollywood-skiltið út á gluggan, en ef ég labba út á gangstétt og út á götu, þá sé ég hornið á Hollywood-skiltinu. Já. Svo þegar maður er á börum, þá segir maður bara I live under the Hollywood sign. I live under the sign. Yeah. Já. Hvernig finnst þér Bandaríkin hafa breyst á þessu tíma frá því að þú komst, eða Hollywood? Já, þetta er breyst eins og hérna á Íslandi. Það er mikið gömlum húsi rifið og ný hús og það er breytið sko. Músíkin hefur breyst líka. Þegar ég var þarna var það bara Guns N' Roses og rock'n'roll. Það var bara glam rock. Já. Og allt breytist og... Svo kom rappið og drap rockið. Já, ekki alveg. Ekki alveg, nei. LA er svo stór, það er ennþá barir og klúbar sem er ekkert nema rock'n'roll. Já. Fögnir því. Og svo náttúrulega þegar maður er í rockinu og Harley Davidson, þá var maður með smá tíkarspenna aftan og sítt hár sko. Já, ég sé það ennþá slengdi fram hérna. Maður verður að halda í ef maður fyrir á hjóli sko, því getur verið stökkliftur á hjólinu. Annars er þetta bara með klippón sko. Já, ekki? Nei, ég segi svona. Áttu hjólið þá? Ég er ekki með hjól þennan daginn, en ég er búinn að eiga 5-6 halla og síðast ég seldi þennan síðasta, þá fór ég strax að skoða aftur, svo ég er að fæ mér annað hjól fljótlega. Já. Það hefði ekki gengið stórslysalaust fyrir þig, þú að eiga hjól, þú hafði keyrt á því einu sinni, eða ekki? Jú, búinn að vera á hjóli alla mín tíð en svo einn daginn var ég að fara í vinnuna, lagði af stað á bílnum mínum eins og sagði, rosa flott veður í maður og sneri við, tók út hallan og keyrði í vinnuna og það var bara keyrt á mig bara head-on, beint framan á mig. Hvað sé? Þetta var 31. ágúst 2006 og ég fór bara handlegsbrotnaði, axlagrindabrotnaði, mjaðmagrindabrottnaði og löppin brotnaði á 7 stöðum og ég var í algjöru maski. Shit, segir maður bara. Og þetta tók sko, ég var á spítali 1,5 mánuð
og svo var ég á svona rehab í mánuð og svo var ég heima en ég var í hjólastól og svo hægjum og svo með svona staf sko. Já, já. En þetta er allt að koma, eins og segi, þetta Andlitið, sloppið. Það sleppur alltaf. Já. En þetta hefði maður komist langt á lúkinu, það er best að... Alla leið. Já. Já, já, þú fer ekki að vera ekstra í klámynd nema hérna lúkir. Nei. Já, já. Og ertu búinn að ná þér svona? Já, ég er búinn að ná mér. Já, en ég er aldrei alveg jafn góður en... Já. Svo náttúrulega maður fann að eldast núna og svona, maður veit ekki hvort þetta er aldurinn sem maður fann aðeins að ryðga sko. Já, já. Hvort þetta er aldurinn eða mótjóðarslýsið. Já, bara, það töff að vera með staf sko. Já, töff að líka með fullt af örum og svona sko. Já, einmitt. En hvað er planið, ertu eitthvað farin að hugsa heimkomu eða? Nei, maður kemur alltaf heim þá fer maður að spuglara sko. Já. Það væri gaman að koma með, hitt alla vinina aftur og þetta er nú ekki slæmt og þetta var. Einmitt. En svo náttúrulega fer maður út og þá er skítkalt sko. Já, já. En eins og segi, einn daginn getur vel verið að koma heim eða fara eitthvað annað sko, það er allt bara opið, ekkert ákveðið. Já, einmitt. En það er kannski óþarf að vera að yfirgefa, gengur vel að úti og... Já, gengur mjög vel. Og ég segi, þið fór fyrir 2 vikur, þá var 40 stig hiti sem er aðeins mikið sko. Já. En það er alltaf 25, 30. Það er í 20 á jólin og það kaldast sko. Já, já. En hvernig er svona stemmingin í LA? Ég var þarna 2015 síðast. Kom þarna og hittust við, þú komst og tókst smá rúm. Það var 2015, það þarf bara að vera 10 ár síðan. Þú er bara að fara að koma aftur. Ég þarf að fara að gera það. En þá, þegar ég var að labba Hollywood Boulevard, þá hafði Hollywood Boulevard breyst gríðarlega mikið. Já, breyst ennþá meira núna sko. Já, þá er ég að tala 25 ár síðan ég var þarna undan. Já. Og það var búið að breyka gangstéttirnar. Það var bara 1 stjarna sko. Já, já. Nú koma 2. Já, þetta er allt breyst sko. Og það sem áður voru bara einhverja sjoppur sko, við seldum bara einhver póstkort og eitthvað. Þetta voru komnir matsölustaðir og opið út á gangstétt. Já, þetta var ekkert Hollywood-legt hérna þegar við vorum. Þetta voru meiri svona túristabragur á þessu og allt fínna. Já, það var svona ferðamannagildra í kringum Man Chinese. Já, Chinese Theater. Og já, það var eiginlega bara það. Já, en það búið fullt af nýjum hótelum hérna á Hollywood Boulevard og í kring svo þetta er orðið breyst mikið sko. Já. En svona strandlífið hérna nýra á Venice og... Já, Venice heldur sér nú mjög svipað en það er ein og ein bygging og breyst aðeins. Einmitt. En ekki eins mikið og sjálf Hollywood sko. Nei, einmitt. Og þú ert bara hérna fastur í þínum... Já, þetta er bara... Með rent control og... Já, hlægileg leiga sko. Leigan hjá þér hækkar ekkert? Nei, ég er í rent control, hún má hækka 3% ári. Já. En hún hækkaði ekki neitt í 10 ár. Okay. Og svo byrjar hún að hækka 3% núna en ég er einn dag að vinna fyrir mánaðarlegu sko. Já, ok. Má ég spyrja hvað borgar í leigu að það? Já, ég borgar 840. $840? Já, það er svipað og ég er með í daglaun sko, frá 6 til 800 eftir hvað ég er að gera. Sko, þegar við byggum hérna á Fuller, ég held að við bara verið að borga eitthvað svipa. Já, það var fyrir 30 árum sko. Já, meira sko. Og við vorum að... Það er bara 32 ár síðan eitthvað. Já, ég er að borga sömu leiguna, svo ég er ekkert að flýta mér að flytja. Peningum fyrir bara undir kotta sko. Já. En það er komið hálfsrík. Já, ég sé það. Það er stífur. Já, svo það er engin ástæða fyrir mig að flytja. Ég er hlægilega leigu, gengur vel. Já. Og ég skreppti Mexíkó eða Mexíkó er klukkutími í burtu og Las Vegas hálftími í burtu. Einmitt. Þetta er bara mjög fínt að vera þetta. Það er gott að fara til Vegas ef þú átt mikið pening. Já. Getur þú létt á kottanum aðeins. Já. Og ég er einn sko, það veit ekki hvað ég er að gera. Ég þarf ekki að vera með neina skýrslur ekki með mig eða neitt sko. Nei, það er ekki... Það er enginn sem er að teka manni. Enginn að skoða vísareikningin? Nei, einmitt. Draumastaðan. Þetta er mjög gott, ég er í góðum málum. Ekkert vesen. Ekkert vesen. En nú skulum við skipta þessu viðtali við. Hvernig var hérna þegar þú varst hérna? Hvað varst þú lengi í LA? Komst og fórst? Hvenær... Sko ég fer fyrst til Kaliforníu
1990 og ég fer í skóla í hálft ár. Já, ég man það. Í Norður-Kaliforníu. Og það var bara... Þú varst nú flottur, ég man, þú varst á flottum blæjubíl og bara flottur kraftakall á ströndinni og lifta vel. Sko, ég fer út til að æfa vaxtarakt. Já. Ég ætlaði að verða næsti Arnold Schwarzenegger. Já, þú ert náttúrulega hinn íslenski Schwarzenegger, en það... Íslenski Ani. Ani, já, það er ekki langt að fara. Nei, ég hef ekki langt að segja það. Nei. Já. Þannig að ég fer bara út og innan skóla, svo einhvern veginn bara, það á ekki alveg við með að vera þarna upp í norðurinnu. Nei. Og það var ekkert, það var lítill skóli og þetta var bara svona, hvað segir maður, bara svona hálfgerður svefnbær. Já. Og ég ætla að fer og kíkja á ykkur hérna þegar í páskafríi og það þurfti ekki meira. Nei, sé að það er miklu skemmtilega þarna niður frá í suðurinu. Þannig að ég fer þangað niður eftir og ég fer heim þarna bara eftir að önnunni líkur í maí, vinn og safna pening og fer síðan bara út þarna haustið. Það var 1990. Já. Og ég hérna, kem síðan aftur til Íslands 92, þannig ég hérna alveg 2 ár hérna í LA. Við byggum nú saman, leiðum nú saman í íbúð. Já, það var frábær tími, sko. Góður tími, sko. Mikið fjör og mikið gaman. Mikið stuð, sko. Ég get nú sagt sögur, en ég veit ekki. Far út í það. Nei. Ég, hérna, við þurfum að taka næsti næðir hérna, það er ég undirbúa mig, getur sýnt myndir og... Slætsmyndir af partíum og kynskiptingum og svona. Það er bara þáttur nr. 2 sem er mjög gott. Frá kynskiptinga þátturinn. Það var fólki meira spenntari fyrir þátt 2, sko. En það var svolítið skemmtilegt, þannig að við hliðina okkur að ná Fuller. Það bjóð svo fjölbreytt mannflóra. Þar var kynskiptingur sem bjóð við hliðina okkur. Já, það var líka kynskiptur á 50 hæð, sko. Já. Ég fattaði ekki að þetta veri kynskiptingur. Ekki fyrir hún kystur hann? Nei, ég segi það. Ég sá þeim að koma heiminu sem með glimmur á enninu. Ég þori ekki að fara neitt með það út í það, sko. Nei, það var bara, það er fyrir þátt 2. Þú bara kötta þetta. Ég var á jólaskemmtun. Já. Nei, einhvern veginn var ég með þessi kynskipting í lyftunni sem var með stór brjóst og bara svona vel svona lítarlæknaður. Já. En ég var að spá... Rosa sætur, sko. Já, það var mjög flottur, sko. Ég var að spá þess, hvað er með stóra hendur og með stórum skóm. Ég fattaði samt ekki að það væri kynskiptingur. Fyrirverandi karlmaður. Nei, það voru með sundlaug upp á þakki. Já. Þeir voru stundum saman með einhverja vini sína. Þeir voru 5-6 þarna. Já. Með rosa brjóst og lítil bikini. Já, G-streng. Já, svo maður var náttúrulega upp á þakki líka. Já. Og eins og þetta voru... Maður kynntist þeim ekkert, en maður heilsaði þeim, sko. Já. En þeir stundum gleymdur að gera röddina aðeins softari, sko. Það var bara, nei, hei, og svo sagði maður, see you later. Ok. Nice to meet you. Já, nice to meet you. Svo það var bara gaman að hafa kynskiptingana í byggingunni, sko. Þegar fólk kom í heimsókn frá Íslandi, þá vildu þeir bara fara upp á þak, sko, þeir hefðu búin að heyra sögur og hvernig það væri. Íslendingar eru svolítið forvitnir, sko. Fannst gaman að fara upp á þak og það var grillað og sundlaug og... Það var alltaf mesta... Það er bara fínt, maður. Alltaf mesta stuð upp á þakki. Já. Heitur pottur og grill. Og við vorum alltaf bara einn í miðri Hollywood. Það var bara mjög góð staðsending. Já. Ég man þegar Divine Brown var tekið við að totta Hugh Grant. Já. Þá sá ég einhverja frétt og bara, nei, þetta er á horninnan fyrir neðan. Þetta er bara rétt þar sem við fórum út í búð, sko. Já, þetta er bara Ralphs og þarna. Já. Þarna var Hugh Grant. En segjum, við höfum það í þætti nr. 2, sko. Þætti nr. 2. Þá förum við aðeins grófar í þetta, sko. Já. Er Ralphs ennþá opinn? Ralphs er ennþá kallað Rock'n'Roll Ralphs. Já. Og hann var opinn 24 tíma á sólarhring. En þó opinn 24. Allir síðherru lúðarnir voru koma hér, búið að loka Rainbow og nýra strippi. Koma allir í Ralphs og kaupa sér eitthvað. Já, þetta var ógleymanlegu tími. Já, en Dennis það er búið að rífa það og komið annar restaurant. Það var steinsnar ráð þarna, Dennis restaurant. Það var gott að fara þangað líka. Já, eru kannski með, ég held ég myndi frá gamla Dennis sem búið að rífa núna sem gaman að horfa núna, sko. Er þessi keðja ennþá til? Já, það er bara Rock'n'Rolls er farinn. Rock'n'Roll Dennis er farinn. Já. Og allar Blockbusters vídeólegarnar horfnar líka. Það er farinn líka. Allt komið bara Netflix. Já.
Þetta breytir svo annað. Já. Finnur þú eitthvað fyrir breytingu á svona sjónvarpsumhverfi hérna eftir að þessar streymisveitur komið til sögunar? Er færri bíómyndir, meira sjónvarpsefni? Já, þetta er bara, þetta hefur breyst. Það eru meira af þessum reality shows og svoleiðis. Já. En það eru samt fullt af bíómyndir búið til og þetta breyst en samt það sama, sko. Já. En svo það er bara 2-3 aðra stöðvar sem eru bara með reality shows. Okay. Raunverulega þætti, ekki kallað? Raunverulega þætti, jú. Já. En það eru fleiri bíómyndastöðvar og svona, svo þetta er bara orðið breiðara. Fólk getur valið meira. Ok. En hvað með, er MTV ennþá til? MTV er til, en það er ekkert MTV, það er ekkert music video. Nei. Ekki eins og í gamla daga, það var bara music video allan sólarhringinn. Já, menn voru. Nú er þetta bara kjaftaþættir og fréttaþættir. Þannig að það er ekki verið að rúlla þessum tónlistarmyndböndum? Nei, það er eitt og eitt myndband. Ég er nú eiginlega hættur að horfa á MTV, sko. Já. En er ennþá búin til tónlistarmyndbönd svona eins og var? Já, en það er bara komið yfir á Netflix og aðra stöðvar, sko. Já, og YouTube náttúrulega. Já. Heimurinn breytist. Já. Og við breytumst með honum. Já. En þú heldur íslenskunni ansi vel? Já, ég hef eitt orð sem ég gleymi, sko. Já. Ég held íslenskunni, maður var að halda íslenskunni, sko. Góðan hreim, sko, því að tala við í Ameríku, sko, góðan hreim, sko. Já. Þá byrja fólki að spyrja hvaðan ertu og þá allir ennþá rosa hrifnir á Íslandi, sko. Já, það ekki? Ísland er bara flott að vera á Íslandi, sko. Já. Íslandi er svona, náttúrulega svona krútturíki, þú veist, við hefum ekki farið í stríði við neitt nema Breta kannski eitthvað og svona. Já, og erum með hreinasta vatnið og fallegasta fólkið og sterkasta fólkið og... Já, sterkasta og sætasta. Sætasta, maður lifir á því líka, sko. Já. En við erum ekki að traðka á neinum tám hérna Íslendingar. Nei. Það er ennþá flott og var því ég fór að vera frá Íslandi. Það er mjög, fólk vill tala við mann og spyrja og eða sagt ég er að fara og hvernig er þetta og svona. Einmitt. Ísland er ennþá bara mjög gott. Mikið af ferðamönnum sem koma frá Bandaríkjunum. Ekki bara mesti fjöldi ferðamanna sem heimsækir Ísland ár hvert eru Bandaríkjumenn. Já, ég kom með Delta frá LA til Minneapolis og Minneapolis til Reykjavíkur og ég náttúrulega fór ekki gegnum alla vélina en ég sá einn Íslending. Flugstu með Delta frá Minneapolis til Keflavíkur? Já. Ok. Ég ætlaði að fara með fluglaugum en svo fór ég bara á tölvuna og það var bara $350 ódýrara að fljúga með Delta. Já. Og líka því ég lendi í Minneapolis þá þarf ég ekki að fara út úr byggingunni í lest og það var bara Delta til Delta, það var bara allt í sama stað. Sömu bókun. Já, þannig að ég þurfti bara að labba í 5 mínútur í annað gate. Já. Það var allt rosa auðvelt, sko. Ok. Og ódýrara svo ég skellti mig bara á Delta. Delta, bara flott. Já. Heyrðu Steini, við viljum ekki hafa þetta of lengi. Nei. Þetta er bara svona pilot þáttur, svo ætlum ég að hafa því... Þetta er þáttaröð, 15 þættir þetta. Hver þáttur verður meira spennandi? Hver þáttur, við erum eitthvað áfnita. Og næsta þætti verður að vera með svona bíp. Það verður bara að bípa það út alla þættina, maður segir eitthvað af sér. Bíp, komum við svona rauðan takka, bípa út. Já. Við förum að tala meira kynskiptingana. Já, þá fáum við fleiri inn hérna, Hlín og Horninu og Gauja og þetta er allt strákar sem eru með örugglega einhverja kynskiptingasögur, ég veit ekki, ég segir svona bara, maður veit ekki. Og myndir. Við þurfum að fá það blurrtaka líka. Já. Og kannski kemur eitthvað af þeim strákum í gerfi, sko, einhverjir sem eru á Alþingi núna og aðrir stóri businessmenn. Já. Maður nefnir ekki nöfn, en það voru margir Íslendingar á þessum tíma. Sumir voru í 2 ár, sumir voru í 5 ár. Já. En flestir komu upp á það, skoða kynskiptingana og góða skemmtun. Skoða kynskiptingana? Já. Ég er bara með létta sögur núna, við að verða grófari og flottari sögur í næsta þætti. Vá, ég þyrfti eiginlega bara að hafa svona símatíma hérna, hringja í því í beinni og... Já, þú getur náttúrulega tekið jólaþátti bara upp í LA, ég segi svona. Já, það stutti jóla. Það stutti jóla. Já. Við verðum bara með jólasögur og góða sögur. Já, og glimmer. Já, glimmer, allt er glimmer. Allt er glimmer. Já. Heyrðu Steini, ég veit að hérna, já, þú ert að fara morgun. Fara morgun. Hvenær flýgurðu? Ég fer í loftið kl. 9:30. 9:30? Og ég er að græða tíma þannig ég lendi bara 6 kvöldið, sama dag. Já. Svo ég er bara komin í vinnu á morgun og komin í mitt venjulega stand, sko. Komin í málingagallan? Já. Engin miskun? Nei. Flýgur sama legg? Sama legg. Keflavík, Minneapolis,
Los Angeles? Já. Já. Ertu bara með bílinn parkeraðan í LAX? Nei, ég hef bara sóttur á ekki limó lengur, það kom bara svona towncar og sækja mann sko. Já, kemur ekki Derek, sendir hann ekki leigubílinn sinn? Já, Derek náttúrulega stór þáttur í næsta þætti sem ég get ekki talað Opnum að svo Derek, svo hann átti heima hérna á sömu hæð og við. Hann átti heima í þessari blokk, þetta er mjög fín blokk. Já, mjög fín blokk. Það voru kynskiptingar og viðskiptajöfrar. Rafvirki og eiturljársali og skósmiður, þetta var mjög fín blokk. Og kameran, ljósmyndari. Ljósmyndari sem alveg ótrúlega minningar. Þetta er mjög fín blokk sko. Já. Enda bjóst þú inni á góðum tíma. Já, við byggum það saman. Já. Sáum þarna í sikkur herbygginu. Já, en eins og segir, þetta getur ekki verið í þessum þætti. Þetta verður bara að vera í næsta. Við höfum mikið efni. Mjög mikið efni. Þetta er bara þáttaröð, þetta er ekkert... Og myndir. Slætsmyndir næst. Sem við þurfum að blurra hérna. Já, það er að blurra þessar sem eru komin niður á þing eða eru með stóra business í bænum. Það er að blurra það út sko, allavega andlituðu. Það verður blurrað þessi mikið. Já. Herri, ég er spenntur fyrir þessum framhaldsþætti. Já, ég get náttúrulega nefnt nöfn en ég var beðinn að nefna engin nöfn sko. Nei, við skulum bara halda því. Við skulum halda því. Já. En náttúrulega næsti þáttur, ég er ekki múin að lofa neinum næsta þátt, svo ég segi, við sjáum til bara. Næsti þáttur er jólaþátturinn. Jólaþátturinn, nei. Segðu mér, gef mér þetta. Gott að sjá þig. I love you man. Við ætlum að kveðja þessa myndavél. Já. Bara, til ykkar allra. Góða kveðjur og ég og Steini biðjum að heilsa. Já, takk fyrir okkur. I love you man. I love you too. Heyrðu, takk og góða ferð. Sjáumst á jólin. Sjáumst á jólin. Ok. Bless. Bless. Sjá, ég ætla að feita hérna niður og stoppa.